Við höldum áfram með föstudagsþáttinn og nú ætlum við að vinda okkur yfir í aðeins aðra sálma en Potterdagurinn mikli var haldinn á Amtsbókasafninu á Akureyri í dag. Hingað til mín komin Hrönn Björgvinsdóttir, vertu hjartanlega velkomin. Takk kærlega fyrir. Gekk þetta ekki allt saman bara vel? Þetta gekk glimrandi vel. Frábært. Og sko Potterdagurinn, hvað felur þetta í sér fyrir þá sem ekki þekkja til? Já, það sem sagt Harry Potter, persónan hann á afmæli 31. júlí. Já. Og þetta núna í 5. skipti sem við höldum upp á daginn á Amtsbókasafninu og þetta bara, já, hafa verið bara, þetta eiginlega orðið fastur liður, þessi hátíðarhöld. Já, einmitt, afmæli Harry Potter. Afmæli Harry Potter, já. Mikilvægur vinur bókasafna. Já, heldur betur. Já. Margir náttúrulega sem kannski hafa byrjað að lesa einhverju alvöru í gegnum Harry. Algjörlega. Og margir einmitt sem eru svo kannski að endur uppgötan svona á fullorðinsárum og lesa þetta með börnunum sínum. Já. Þannig að hann bara virðist vera orðinn alveg tímalaus. Já, sem magnað. Sko, hvernig skipuleggur maður afmæli fyrir svona dáða persónu? Til að byrja með að þá þarf maður að gera ráð fyrir töluverðum fjölda. Já. Svona síðustu ár það hafa verið hátt í 1000 manns að heimsækja okkur þennan dag. Já. Það sjálfsögðu ekki boðið núna, þannig að við urðum að sníða okkur stakk eftir vexti og í dag það var svona kannski ekki eiginlegur viðburður á bókasafninu. Fólk gat komið og skoðað litla sýningu sem við settum upp. Já. Og það var hægt að fá að taka mynd af sér við svona bakgrunna úr galdraheiminum. Já. Og svo ákvaða best væri að börn og fjölskyldur gætu fengið að njóta dagsins svona í sínum búblum. Þannig að við útbjuggum svona Harry Potter pakka sem að fólk gat sótt til okkar í dag. Já, skemmtilegt. Og ég hérna með eitt svona pakka. Já. Þetta að sjálfsögðu mjög umhverfisvænt. Já. Búið til úr gömlum bókum sem að, já, það fellur eitthvað til af bókum á bókasöfnum. Já. Eins og gefur að skilja. Og í svona pakka þá erum við með einhverju þrautir, það föndur, sem sagt, hægt að búa til svona galdrakúst úr blýanti. Já. Það eru bókamerki og litamyndir og svo að sjálfsögðu það sem alltaf vinsælast hjá okkur, það eru fjölbragðabaunir Bertabott. Einmitt. Og bjóður að smakka. Já, verður maður ekki að gera svo frægur, sko. Þetta er svo náttúrulega töfrabaunir. Þetta er að sjálfsögðu töfrabaunir. Þú gæti verið mjög heppin, en þú gæti líka verið ákaflega óheppin. Já, þetta er litskrúðugt og fallegt, sko, en þetta er svona ljómandi gott. Þetta er ljómandi gott? Já. Já. Viltu aðra? Já, ekki bara, fyrst ég byrjar á þessu. Sko, þetta er fallega á litin líka. Já. Það er ekki, þetta er verra. Þetta er verra. Já, það eru svona misjafnar. Já. Já, og þannig að maður veit ekkert á hverju maður lendir. Nei, maður veit ekki á hverju maður lendir. Það gæti verið eitthvað svona ávaxtablanda, en það gæti líka verið mold eða rotið egg. Já, einmitt. Það er öll flóran. Það er öll flóran, já. Þetta er, já, mold eða rotið egg, það er kannski, mann langar minni í það. Síður. Já. En það er rosalega gaman ef einhver annar fær svoleiðis. Já, sérstaklega, sko, mamma eða pabbi eða eitthvað lenda. Það er náttúrulega stórfyndið. Já. Þannig að þetta er eitthvað sem að, sko, fjölskyldan getur skemmt sér yfir. Algjörlega, og svo vorum við svo heppin að bókasafnið nýtur svo mikillar velvildar í samfélaginu og við fengum svo sannarlega að finna fyrir því núna því að það var fullt af fyrirtækjum í miðbænum sem var tilbúið að lána okkur glugga fyrir ratleik. Já. Þannig að það stendur yfir ratleikur núna alla helgina þar sem að fjölskyldur geta gengið saman í miðbæn og fundið galdrapersónur í gluggum hér og þar. Skemmtilegt.
við bara hvetjum alla sem vilja taka sér göngutúr helgina hérna á Akureyri til þess að gera það. Sjálfsög. Og þeir sem ekki ná að koma á bókasafni í dag og fá ratleikjablöð, að þá hægt að nálgast þau á heimasíðun okkar. Já, frábært. Þannig að fólk getur bara prentað út sjálf. Já, akkurat. Prentað út eða haft í símann. Eða haft í símann, já. Það mitt en maður vil vera ennþá umhverfisvænni. Einmitt. Já. Og svo líka í boði einmitt heima í stofu að þá getur öll fjölskyldan tekið þátt í spurningaleik sem á netinu. Já. Þannig að það er miklir möguleikar. Það eru miklir möguleikar. Já, og bara að gera til þess að fagna þessu afmæli hjá honum Harry. Akkurat. Vitum við hvað hann er orðinn gamall? Heyrðu, hann er á besta aldri, Já. 41. 41? Já. Frábært. Og dafnar bara vel, það er fyrir öllu. Nákvæmlega. Hann verður bara öflugri með aldrinum. Já, akkurat. Og gaman að það séu svona margir sem eru tilbúinir að gleðjast með afmælisbarninu. Já, heldur betur. Þannig að við bara hvetjum alla til þess að gera þetta helgina. Fara í ratleik og svara spurningum og ég veit ekki hvað og mæta svo bara á næsta ári líka. Þetta verður væntanlega. Þetta er árviss viðburður. Já, þannig að þetta er, þegar fólk kemst á bragðið þá hættir það ekkert, frekar en í baununum. Nákvæmlega. Þetta er frábært. Þakka þér kærlega fyrir að koma í þáttinn og segja mér og okkur frá þessu. Takk.